Já, komið sæl og velkomin á Rauðaborðinu, aftur. Ég var nú aðeins fyrir þættinum, en nú minn kafli sem á miðvikudögum heitir reynsluboltar og ég með fólk sem telst reynsluboltar. Páll Magnússon, þú fyrirverandi ýmislegt, til dæmis útvarpsstjóri, þingmaður og nú þetta forseti bæjarstjórnar í Vestmannum. Já. Margrét Sanders, þú varst eins og í formað samtaka Vestmanna og þjónustu, ekki rétt? Jú. Já, og bæjarfulltrúi í Reykjanesbæ. Já. Og svo var Þóru Sigurðardóttir bara menningin alveg eins og leggur sig. Já. Menningaviti. Það ekki, ertu ekki alltaf að vinna eitthvað kringum menningu? Jú, ég það, sannlega. En fórum í upptökuna, þá var þetta mál sem kom upp í gær í Kveiki, við okkur svona, sem horfum á þetta og okkur svolítið misbúið, það ekki, það sé hægt að elta fólk svona rækilega eins og kom fram hana. Jú, ég horfði á þetta náttúrulega af athygli. Mér fannst þetta sko fyrst og fremst óraunverulegt að þetta skyldi hafa átt sér stað með þessum hætti sem lýst var og hlutdeild þessara lögreglumanna sem komu að þessu og auðvitað þess sem pantaði þjónustuna og þeirra sem stóðu að þessu. Stundum var þetta reyndar beinlínis hlægilegt, en það nú kannski ekki það sem maður getur leyft sér þegar uppi staðið að hlæja þessu, því að auðvitað þetta bara graf alvarlegt og ég hefði sjálfur, maður hefur nú marga fjöruna sopið og fylgst með í alls konar hlutverkum eins og varst nú að telja upp áðan. Ég hefði bara að óreyndu aldrei trúa því að þetta gæti átt sér stað á Íslandi. Nei. Þetta svona freklegt inngrip í fólk sko í talsverðan tíma. Þetta að setja sig í spor þess sem sætir þessu. Já, sko, þegar það horft á þetta eða lesið þetta, þá það þetta svona bíómyndastíll á þessu. Þú veist, þetta náttúrulega bara eitthvað sem við höfum verið að horfa á í sjónvarpi og ég meina, mér finnst bara fyndið að við tölum og maður hneykslast á að það sé einhverju einkaspæjarar. Ég meina, þetta bara í öllum bókmenntum og út allan heim. Þannig að litla Ísland, við saklausu við alveg, eru einkaspæjarar á Íslandi? En auðvitað þetta, sko, það sem að alvarlegt í þessu, ég að reikna með og nú vil ég samt segja að þetta bara rétt að byrja. Við höfum að fá miklu meira upp á yfirborðið væntanlega og frá öllum aðilum, en það sem komið fram, að þarna eru 2 fyrrverandi lögreglumenn og þá það spurning, sko, hvernig eru samningar við aðila sem í rannsóknarvinnu eða eru með upplýsingar og hvað gildir lengi þeirra trúnaður og sama, auðvitað það mun alvarlega kannski þegar þú ert að vinna og þetta kannski þín aukavinna að verða private detective. Nei, en mér finnst þetta einkaspæjaramál, mér finnst bara svolítið athyglisvert að þarna eigum við að fara að sjá á Íslandi bara skrifstofur, einkaspæjaraskrifstofur, það sem að hægt að uppljósum framhjáld og kannski þetta bara sem þú veitum það, en þetta sko þetta hljóðritað og þetta og teknar að þessu myndir og það verið gagnaleki úr sem ljósna heimi. Það þú mátt ekki taka upp svona samtöl nema með leyfi. Ég var nú bara að horfa á alvöru glæpamynd, ég var að horfa á Henning Mankell á Danmarks Radio í gær þegar að maðurinn minn kom hlaupandi, ég hélt að það orðið eldgos. Þá var hann að horfa á Kveiki, hinu sjónvarpinu og svo horfði ég á þetta náttúrulega alltaf á eftir og ég fannst þetta svo ótrúlegt. Líka í þessu fámenni þá finnst manni svo ótrúlegt að þetta sé hægt og það þarf að vera ansi slingur til að geta falið sér svona og vera að fela alls konar og eftir því sem að mér skilst þá þetta ekki leyfilegt. Það ekki leyfilegt að taka svona upp af fólki á þess að það viti af því. Nei, það liggur í hlutarnas eðli og svo var líka verið að tala um það þarna í einhverju samhenginu að menn hafi verið að setja fylgitæki á bíla til að geta fylgst með því hvert fóru og hvar þeir lögðu, hvar þeir dvöldu og þar fram eftir myndatökur af fjölskyldumannanna, börnum og að þetta einhvern veginn allt svo þetta ógeðfellt. Já, ógeðfellt og utan við allt sem maður héldi að væri partur af íslenskum veruleika En við skulum ekki gleyma því ég var að tala um saklausa Ísland og manni bregður þó svo að ég hafi verið að gantast með áðan og maður á að geta gantast kannski með þetta en maður að segja maður að horfa á þetta í bíómyndum eða lesa þetta í glæpasögum
og svo hefur verið að tala að þetta viðgangist og ég hef mest ágjörð því að lögin okkar ná ekki eins og utanum þetta vegna þess að við erum kannski ekki með bara, okkur bara dattist ekki í hug, en aftur á móti sko skulum við ekki gleyma því að ég meina það eru alls konar mál sem hafa komið upp í gegnum tíðina, ég meina Geirfinnsmálið og hvernig menn voru að rannsaka það og það fór og við á Suðurnesjum þekkjum það líka þegar sprúttmálin voru, þegar rannsóknarlögreglan gekk svo langt fram að hún bara setti sprút í skotti hjá sprúttarsalanum að þeir gátu aldrei náðunum sko. Þannig að það var að rísa mál. Ég að segja, þú veist, það ansi margir hluti sem að gera, við erum ekki alveg þó ég verið að segja að við erum saklaus að það hefur margt gerst í gegnum tíðina, en þarna erum við bara komin í nútíman, þar sem að tæknin orðið meiri og menn eru kannski orðnir á svæsnari, ég veit það ekki, en aftur, við höfum eftir að fá miklu meiri skýringar og upplýsingar þetta, en þetta eiginlega eins og glæpa, ekki glæpa þetta eins og bara skáldsaga. Mér heyrðist einhvern veginn að Ólafur Þór Hauksson sem núna ekki héraðssaksóknari, hvað heitir það? Jú, kannski. Jú, ekki héraðssaksóknari. Já, að hann, sko, menni þeirra sem störfuðu þar og það alveg ljóst að þeir höfðu farið í ykkur gögn í heimildarleysi áður eða það hættu. Það það sem lang alvarlegast í þessu, það þessi móralla bak við þetta og að menn í lögreglunni skuli gera þetta. Þetta svo slæmt fyrir lögregluna. Þetta þetta álitssnekkir að svona siðferði skuli viðgangast eða það menn skuli bara yfirleitt detta þetta í hug að taka að sér fyrir peninga að njósna annað fólk. Það eitthvað sem okkur dettur ekki í hug að lögreglan gerir. Nei, en svo var einn þessara manna, afbrótafræðingurinn fyrir löggan, hún var líka í svona þjónustu fyrir Samherja, sem menn kölluðu skrimsladeild Samherja. Hann var innanborðs þar. En þeir voru náttúrulega líka grunnaðir það að hafa farið með gögn út á sínum tíma og síðan var það mál fellt niður. En núna veltum maður því einmitt fyrir sér hvort að hafi verið einhver fótur fyrir því. Að þeir hafi verið búnir að vera nálgast einhver gögn. Já, það hefur náttúrulega eins og í Samherjamálunum, ég ætla nú skulum ekki að tími það, en þar eru náttúrulega sko tvær hlíðar og en það tengsl á milli samt, þessi sami maður var að vinna fyrir Samherja algjörlega og svo náttúrulega Ólafur náttúrulega sérstakur saksóknari og þegar og það var náttúrulega sérstakt embætti sem að gera máli kannski alvarlegra, en ég að segja mér finnst bara mikið, sko ég held og ég held ekkert með það virðist vera bara að Ísland bara eins og allstar annar staðar að það eru einstaklingar sem eru bara að starfa við það að uppljóstra, hvort sem það heitir framhjáhöld eða ég segi framhjáhöld af því að það bara einhvað sem bara hluti, þú bara sérstakur bara sjálfstæður rannsóknaraðili og bara gerir ýmislegt og það greinilega bara business hér og það svo líka tæknin orðið svoleiðis að einstaklingar geta haft aðgang að tæknibúnaði sko sem Stasi hefði ekki geta látið sér dreyma í sínum viltustu draumum sko leyniþjónustu landa sko. Það hægt með lítilli fyrirhöfn að taka allt upp í hljóði og mynd, elta bíla, elta einstaklinga, kortleggja ferðir bíla og einstaklinga í gegnum síma og hvað sem sko, þannig að í sjálfu sér þetta sko já, ég veit það ekki, þetta að minnstakosti, það miklu greiðari aðgangur að því fyrir einstaklinga með til þess að gera lítilli fyrirhöfn að gera eitthvað sem sko leyniþjónustur landa hefðu verið fullsæmdar að fyrir 40 árum. Mér finnst svo frábært þó að við skulum eiga fjölmiðlar sem að geta flett og annað svona. Það finnst mér gott og við mættum gjarnan eiga fleiri fjölmiðla. Ég finnst það náttúrulega mikil synd hvað þeir eru fáir. En þó að það skulle vera til fólk sem að leggur sig út í það að fletta ofan á svona málum. Helgi Seljan nú kon aftur á RÚV. Já, svo þetta náttúrulega tilviljunarkennt sko. Þið sjáu það sko, þau hann kynnti þetta sem upphaf á einhvers konar lekamáli. Stórum leka, eins og, ég meina við höfum séð svona stóru leka frá Wikileaks og fleiri sko. Og þá í rauninni það sem líka kannski svolítið ókveikjandi við þetta að það einhver staðar að velja það sem lekið það líka partur af þessu.
að það verða til einhvers konar massi af upplýsingum sem einhver sem við vitum aldrei kannski hver er að taka ákvörðun þessu leikum við ekki. Já. En er það lekin og þá fer ég bara aftur í bara Samherjamálið sem svo verð ég að segja að ég nefndi ekki að tala það en en þar var sko talandi leka og ekki leka þú veist, hversu langt eru menn að ganga til þess að ná upplýsingum bæði rannsóknar blaðamenn og svo rannsóknar aðilar fyrir einhvern aðila og svo framvegis hversu langt mega til dæmis fjölmiðlamenn ganga mega brjótast inn í síma mega hlera samtöl mega þeir í skjóli og svo bara í skjóli nafnlindar að þá það bara þriðji aðili og svo bara nei, hann lét okkur fá þetta og við mögum ekki segja nafni hans. Já, það er þetta tekist á þetta út allan heim eins og þið menn í máli prinsins í Bretlandi og svona, það var hleraði símar og hvernig fjölmiðlar brugðust við því eftir á Sky á hvaða borga eða Daily Mail gerði það líka þetta margt af þessu málum eru þetta alls konar grensumál en margt af þessu líka eins og ég segi veistu ekki alveg uppruna þetta kynnt sem lekamál hver lag það forvitnilegt mjög svo það forvitnilegt það virðist reiknur á hópnum sko það virðist líka vera sko að einhver staðar eru menn að taka ákvörðun það að þetta látum við leka en ekki þetta þannig að þú fær kannski aldrei heildarmyndina af þessu ég verð að segja ykkur það að ég saklaus Íslendingurinn að ef ég hefur verið að fá hvort sem að bara á Messenger eða bara á einhverjum spjallforritum kannski bara verið að tala í síma með einhvern og svo bara skilaboðin eitthvað svona þá hugsaði ég alltaf bara ef þetta fyrir fjölmiðla og ég bara segja hálfkvenna vísur að menn geta verið að tólka það einhvern veg það einskjöld að vera skýr og veri ekki að senda bara einhvern út í lofti það bara, sko, maður orðið meðvitaður að þetta bara þetta ekkert, þú ert ekkert óhöldur. Fólk þarf náttúrulega að læra að passa sig með alla þessa samfélagsmiðla, sko, hvað þú segir. Mér náttúrulega að segja einu sinni fyrir nokkuð mörgum ára síðan, að þá er ég blaðamaður á DFF og mér boðið að koma á ákveðna lögmannsstofu í bænum. Og þar mér afhent mjög merkileg gögn, bara alveg sko frá fyrstu hendi. Og ég tek á móti þeim og ég geng svona rólega upplöga við inn upp á DFF og veit hvað ég að gera. Svo þegar ég kem upp þetta nú eftir háti og aldrei þessu vant, þá var Jónas Kristjánsson enn í vinnunni. Þannig ég fer inn til hans og sýna honum þetta og hann bara segir, þetta aldrei svo frétt í þessu. Og þá segi ég já og þá sagði hann, hvað það hugsa? Þá ég hugsa að sá sem lét mig hafa þetta, hann hefur gagnað þessu. En svo ég búin að vera að hugsa, sama hvaðan gott kemur og það sagði hann líka Já, þetta líka, sko, ég held að þetta nú gamalt siðferðismál fréttamanna og fjölmiðla sko, þeir eru alltaf þess vitandi og meðvitandi blaðamenn, fréttamenn, fjölmiðlar að oftast það þannig í lekamálum af þessu þegar þú ert að fá upplýsingar bak við tjöldin og ert að treysta á hérna að þá það oftast eða að minnstakosti mjög oft sem annarlegur tilgangur á bakvið þann sem að leka þessu það að segja að að hann eða hún eða hver sem þetta gæti hugsanlega verið að reyna að ná sér niðri á einhverjum einstaklingi stofnun eða einhverju slíku hann hefur einhvern hagað þessu beinan eða óbeinan það breytir engu hins vegar eðli og efni málsins og þó það sé þannig að það sé annarlegur tilgangur á baki hefnd fjárhagslegur ávinningur hugsanlega eða hvað sem það breytir engu efni málsins það verður alltaf fréttamaðurinn eða fjölmiðlinn verður alltaf að leggja bara sjálfstætt mat á það þetta mál alveg burt séð frá hugsanlegum hagsmunum þessum lagði það rýrir ekki málið sjálft gagnvart fjölmiðlunum og almannahagsmunum og hitt náttúrulega upplýsingarnar að vera traustar þegar maður verður ekki að treysta í þetta leið það þarf alltaf en svo má líka segja sko, þetta er bara góð pæling vegna þess að sko, ég í samkeppnisrekstri ég hérna með skipafélag og það bara óþolandi aðili komin inn á markaðin eða þú veist, að reyna að komast inn á markaðin og bara við erum bara ég ekki að tala samráði eða svona, ég bara tala bara almennt í business að það þá leiðin á markaðin að bara fá einhvern til þess að hakka út síma eða taka upp gamalt mál eða ég meina, Björgólfur mjög umfangsmikið, mér hafði ekki eins og kvarla aðmennum að því það sem þú sagðir hvaðir á bakvið að leka einhverju og að sitja á svo upplýsingum hinga og þanga og bara til þess að ná sér niður á einhverjum
ég bara... Já, ef það eru sko eitthvað rangindi í tabli, sko, þá er það fyrir rétt en ekki bara eðlilegt svona olbúaskot eitthvað, þetta verður að vera eitthvað. Ef þú telur það eiga erindi við almenning og vera siðferðislega rátt, það er náttúrulega það sem að fjölmiðlamenn þurfa alltaf að spyrja sig. Það er alltaf grundvallarspurningin alveg án tillits til hagsmuna þeirra sem lágu málinu í upphæð. Þú séu ykkur bara Watergate líka. Það er nú stærsta lekamál sem nokkuð tíman hefur komið og áhrifamesta. Nú eru komni menn í vinnu hjá RÚV sem að nenna að fara í þetta eða? Nei, ég meina, akkur þetta að koma upp núna? Það er það sem ég bara velta fyrir mér. Ég meina, Watergate var nú bara, það var eitthvað bara að gerast akkur og þá, en þetta er gamalt mál og akkur núna. Nei, þetta er bara áhugaverð pæling án þess að fara að gera eitthvað lítið úr málinu. Já, mér langar svona skiptum aðeins sko, ríkisstjórn Íslands er svona, mér finnst sko gagnrýnin á hann oft svolítið hjákátlega að hún kemur frá þeim sem kannski búið að stjórna áður, ekki svo langt sem þau stigu frá borði, en þetta sko Hanna Katrín Friðriksson, hún er alveg eitilhörð á móti útgerðinni, alveg eitilhörð og þú ert forseti bæjarstjórnar í Vestmannaeyjum, þar er titringur út af þessu vandalega? Já, og það má líka segja að þetta sé kannski eiginlega tvískipt viðbröðin í þessu. Það er að segja, við sjáum sem var nú reynda svolítið skrítið í aðdraganda þessa máls að þá var einhvern veginn, fannst mér dálítið klaufalegt hjá ríkisstjórninni að líta og kalla eftir samráði við þá að vera að tala um hagsmunaaðila sem væri þá bara útgerðin. Sveitarfélögin hafa líka alveg óumdeilanlega og óvéfengjanlega hagsmuni í þessu máli og þú getur annars vegar litið á þetta og þið sjáu það líka til dæmis taktíkina sem samtök fyrirtækja í sjávarútvegi beitir. Þeir á klókindi sínum vita sem að það er ekki margir sem hafa samúð með þeim eða telja þá með einhverjum hætti að himinin sé að hrynja yfir þá þó að veiðigjöldin hækki 9 milljarða á ári í atvinnurekstri sem að skila 94-95 milljörðum í árlegan hagnað. Þannig að í fyrri auglýsingaherferðinni til dæmis hjá þeim að þá nálgast þeir þetta út frá sveitafélögunum, ekki út frá sjálfum sér. Af því að þeir vita að það er auðveldar að kalla fram samúð og skilning, heyrðu við lifum öll á sjávarútvegi eins og sagt í auglýsingunum, en ekki út af því að þeir reyni að kveikja einhverja samúð með útgerðarfyrirtækjunum sjálfum. Þannig að þetta er eiginlega tvenns konar hagsmunir í þessu, þetta það sem snýra sveitafélögunum og hitt sem snýra þessum fyrirtækjum. Og ég fyrir mína parta horfandi á þetta af þeim stað sem ég er, að þá er þetta auðvitað þannig eins og þetta hefur verið presenterað. Mér finnst ýmislegt klaufalegt í aðdragandanum hjá ríkisstjórninni, skil hvað að baki liggur í þessu. Mér finnst viðbrögð SFS eða samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi út úr öllu korti, yfirdrifin og ýkt og svona úlfur eins og allt sé að fara til fjandans. Þeir þurfa að segja upp fólki, verðmæti fyrir 53 milljarða eiga tapast, það þarf að reka fólk þá að hætta að vinna fisk, hann fer í vinslu óunnin til útlanda og þar fram eftir götunum. Og leggja niður fyrirtæki? Já, sko, mér finnst þetta yfirdrifin viðbrögð að þessu leyti. Mér finnst eins og mjög sönsuð og skynsamleg viðbrögð hjá samtökum sjávarútvegs sveitafélaga sem hafa nálgast þetta mál og gagnrýnt þetta út frá öðrum forsendum. Meðal annars að það fylgi ekki greining á því hvað áhrif þetta hefur og þar fram eftir götunum. En ég veit ekki. Ég er eiginlega ekki alveg ánægður með framgöngu stjórnvalda í þessu, mér finnst ekki hafa staðið alveg rétt að þessu. Mér finnst að sumuleyti viðbröðin hjá útgerðinni sjálfri jaðra að minnst okkur á köflum við að vera fáránleg og allavega yfirdrifin. Þannig að svona, við sjáum hvað setur, hver í þessu vindu fram. Já, en þetta skiptir okkur öll máli svo sem, þetta er eitthvað bara heitasta pólitíska máli núna. Já, náttúrulega þetta er ekki mál sem að ég hef sett mig kannski mjög mikið inn í en sko, ég er sammála því að þessi viðbröð virka á þann sem að bara horfir á þetta utanfrá, óskaplega yfirdrifin og barnalega, enda hefur þetta farið illa í fólk, þessi auglýsingaherferð og þessi lætöll. Mér finnst, ég hef náttúrulega hlustað á Hönnu Katrínu og mér finnst hún ótrúlega traustvekjandi.
Ég verð bara að segja það, mér finnst hún svara vel og halda sér ofboðslega vel og hvort hún heldur þetta alveg svona út, það kemur bara í ljós. Hún segist hafa tekið tillit til athugasemdar sem komið fram og þau hafa hækkað þetta frítekjumark hjá litlu fyrirtækjunum og svo framvegis. Nú ég alveg vissum að þið eru kannski ekki alveg sammála mér þetta. Ég bara horfi á þetta sem utanaðkomandi aðili og mér finnst hún virka mjög eins og hún viti alveg hvað hún að gera. Það var með mútið Sigur Inga í Kastljósi, það var alveg yfirkeyrsla. Já, hún var alveg sakalega öflug þar. Það aldrei hægt að stjórna landi á ömund. Að einhver hafi það betra en einhver annar eða eitthvað annað. Það þarf að vera einhver útreikningur, það þarf að sýna fram á eitthvað, að segja að þið græði svo mikið pening, hvernig þeir að tala sjávarútveginn í heilsinni, að tala um landvisluna, hvað að segja? Nú hefur komið fram, ég meina byggingaverktakar eru þeir sem eru að græða mest samkvæmt öllum súluritum og annað, eigum við að vaði þá? Mér finnst það ekki rök, sko. Aftur á móti þetta með auðlindina, hvað á að greiða fyrir auðlindina? Við skulum athuga það og mér langar fyrst að segja, fyrir ekki ég ætla að bakka hans hérna, mér langar fyrst að segja, sko, það hefur alveg komið fram, þú veist, kannski þarf þarna greiðslan að vera hærri. Kannski verðum við bara að fá meira fyrir þetta. Það bara sjónarmið. En þá, hvernig ætlar að fara þangað? Að vera grjótharður og ekki. Ég ekkert voða hrifin af stjórnmálamönnum sem að, sko, svo grjótharðir að þeir hlusti ekki, sko. Ég reyndar mjög hrifin af Hönnukötu en ég en almennt en þarna að ég til dæmis sko áður en þetta kemur upp þá vissi ég var þarna formaður Samtaka verslunar og þjónustu og var í framkvæmdastjórn Samtaka atvinnulífsins og í stjórn og ég veit að landvinnslan hefur verið til mikilli umræðu. Við vorum að hafa áhyggjur af því þegar maður horfði á landsbyggðina og annað að útreikningarnir sína landvinnslan er ekki gróðra stöðin hjá sjávarútvegi og að þetta ekki hótanir, það bara þú ert alltaf að hámarka virði. Akkur haldið þessi fullt af fyrirtækjum sem að vinna bara akkurat engan fisk og að flytja bara frosinn til útlanda. Það vegna þess að þeir fá mest út úr því og það eru helst þessir gömlu kallar og konur sem að þrjóskast í landvinnslunni og maður hefur áhyggjur af því, segja maður bara nei, ég ætla ekki að gera þetta. Annað sem að mér finnst athyglisvert, sem að ég gerði mér ekki grein fyrir og mér finnst þetta góð rök, það við það að fara að búa til einhverja norska leið til þess að mynda verðmæti á hvernig á að selja eða hvað markaðsvirði fisksins til landvinnslunar. Noregur, ef það rétt, ég heyri þetta bara í umræðu þætti, bara ef það rétt að sjávarútvegurinn í Noregi sé ekki að greiða veiðigjald, sjávarútvegurinn í Noregi sé ekki að borga hafnargjöld og sjávarútvegurinn í Noregi ekki að borga kolefnisgjald. Þessi 3 gjöld sem að á útgerðinni hjá okkur, ef það rétt, en ekki í Noregi, hvernig getur það borið þetta saman? Þetta borið saman, þetta epli og epli? Og bara nýlega, í þriðja lagi fyrir ekki, að það sko, það ekki eins og ég hafi ykkur að hagsmuna gæta, það ekki neitt, sko. En í þriðja lagi, þá hef ég alltaf borið mikla virðingu fyrir útgerðinni og því sem að við fáum í gegnum skatta og annað, vegna þess að önnur ríki eru að ríkis styrkja sjávarútveg. Og ég bara velti fyrir mér, þú veist, eru við svona klárið að akkur eru við og gengur þetta svona vel hjá okkur? Aðganga fiskimiðum sem aðrar þjóðir hafa ekki. Það líka Noregur og líka, það algjörlega þannig. En ég bara segja, ef að við erum að hámarka verðmæti þetta mikið, að það bara frábært vegna þess að þegar pabbi að bæjarstjóri í Njarðvík, að þá var 7-stjarnan þar og ég ætla ekki að segja ykkur, Njarðvíkurbær var næst í farin á hausinn vegna þess að það var eilíft verið að styðja og borga inn í fyrirtækið. Það voru svo margir sem hefðu misti vinnuna í Njarðvík ef að það hefði farið á hausinn og það sem að bæri var að blæða út af þessu. En geta að borga meira örugglega, en reynum að vinna þetta þannig að það sé þá sátt og þá getur útgerðin ekki koma og sagt nei, við ætlum ekki að borga meira. Ef að ríkisstjórnin ákveður, við ætlum að ná 10 milljörðum að nút og þá bara, ok,
ef að þið segja að þetta sé svona, láta okkur þá vita hvernig á þetta vera. Menn Ég held að við séum að bera saman, sko, það er engin vafi á því að ég tek þetta fram að í grundvallaratriðum hef ég stutt og verið í vörn og sókn fyrir þetta fiskveiðistjórnunarkerfi. Það er hins vegar á því nokkri gallar sem aldrei hefur verið hægt að taka upp til að lagfæra vegna þess að það hefur aldrei tekist að fá neitt samtal við sérstaklega stóru fyrirtækinni sjávarútvegi lagfæringar á þessu kerfi sem ég segja er í grundvallaratriðum gott því að það skilar okkur best rekna sjávarútvegi líklega í heiminum. Kerfið sjálft. Þannig að það er engin að deila það og það er engin að bera þetta saman við sjávarútvegskerfi eða fiskveiðistjórnunin í Noregi sem í samanburði við Ísland er með allt niður sig enda er þetta engin aðalatvinnuvegur í Noregi. Þeir hafa sína olíu og alls konar hluti aðra sem þeir græða miklu meira á. Það eina sem er verið að gera í þessu núna, þessu frumvarpi ríkisstjórnarinnar núna, þess vegna gefur þessi seinni auglýsingaherferð SFS líka rangamynd vegna þess að það er engin að taka upp norskt kerfi í sjávarútvegi. Það er engin að leggja það til. Það eina sem er verið að gera, það er verið að reyna að finna einhver staðar vitibori markaðsverð á uppsjávarfiski. Það er til verð á bolfiski. Hann er seldur á markað á Íslandi. Það er ekki gert á varðandi uppsjávarfiski. Þannig að það er verið að finna einhverja vitræna leið til að búa til annað verð eða rétt verð sem er einhvers konar markaðsverð eða heimsmarkaðsverð, þannig að það verði ekki bara til í einhverju milli deilda viðskiptum fyrirtækja hér á Íslandi á hvað selur vinnslustöðin í Vestmannaeyjum sjálfri sér uppsjávarfiskina. Þannig að það er bara verið að taka upp það kerfi. En sjávarútvegurinn sjálfur getur á nokkra sök á því hvernig menn upplifa þetta, einfaldlega vegna þess að þeir hafa ekki verið til viðræðu einu sinni lagfæringar á því sem allur heimurinn sér og frændans, að þeir rangt við kerfið. En það kemur í sjálfu sér ekkit veiðigjaldinu við. Það eru bara alls konar hluti. Auðvitað er þetta líka þannig, og ég hef alltaf verið þeirra skoðunar, að veiðigjaldið, andlagið á að ákverðast af því hvað er dregið upp úr sjónum, en ekki á því hvað er inn í bókunum hjá fyrirtækjunum. Það á bara að vera einfaldlega þannig að það er til gjald og þú veist sjálfur þegar þú ferð að gera út alveg sama hvort þú ert trillukall að gera út á krókaleyfi eða hvað sem þú ert að gera að það er til auðlindagjald og það er x krónur á hvert kíló af þorski sem þú dregur upp úr sjón. Andlagið eins og núna er gert er það sótt inn í bækur fyrirtækja í einhverjum milli deilda viðskiptum sem þú í staðan fyrir það bara. Þess vegna er þetta og það finnst mér að vera til dæmis skilgreining hver er munurinn á skatti og auðlindagjaldi. Skattur, eins og allir vita, er sóttur inn í bókhald fyrirtæki og einstaklinga. Þú ert með ákveðna tekjur, samkvæmt bókhaldi og þú borgar skatt af því, hvort sem það eru útsværi eða tekjuskattur. Þú átt ekki að sækja andlagið í auðlindagjaldi með sama hætti. Það er bara þannig að þú þarft, ef þú ætlar að veiða þorsk á Íslandi, að þá kostar það x krónur á hvert kíló. Þá veistu það fyrirfram. Þegar þú ert að reikna út, borga sig að gera út bátinn minn er ekki. Ég þarf að borga þjóðinni, eigandanum, ríkinu, x krónur fyrir hvert kíló á þorski. Þar verður andlagið til, en ekki inn í bókunum. Þetta er munurinn á auðlindagjaldi og skatti. Hér menn að rugla þessu saman. Þeir segja þetta heiti veiðigjald. En eins og þetta er sótt og praktiserað, þá er þetta de facto skattur. Og það er eitt gallinn á þessu kerfi sem til dæmis, mér finnst að SFS eða samtök fyrirtækja í sjávarútvegi hefði sjálft átt að hafa frumkvæði að því að laga eða minnstakosti vera reiðubúin að ræða þegar þessi umræða kemur í gang. En svo líka þetta með uppsjávarfiskin og verðið í Noregi, að það er ekkert langt síðan að norskur bátur landaði hérna heima á tvöfaldu verði á því sem að íslensku bátarnir á. Þetta er náttúrulega hefur umkostunarefni sjómann á uppsjávarskipum mjög lengi. Og þegar ég var til sjós þá var alltaf við vorum að veiða eitthvað 4-5 sinnum meira per haus heldur en í Noregi og menn held að við væri þá svona mikið duglegri en við erum bara svo lánsum með fiskimiðin. Það er bara þannig. Það er bara þannig, við erum mjög lánsum með þetta. Er það ekki líka, að við erum líka búin að fjárfesta vel. Við erum með svakalega tækni og að koma í frystihúsinu landið, það nýsköpunin
og þessi fyrirtæki í kringum sjávarútveginn sem að ekkert í eigu sjávarútvegsfyrirtækjara. Þetta eru bara nýsköpunar fyrirtæki sem hafa blómstrað, að þeir eru með að segja núna farnir að nýta hvernig þeir skári fiskin út og farnir að selja til þess að hreinsa bein af kjúklingi. Þróun hefur verið það mikil. Og það sjá bara þessar vélar, að því að ég vann í frystihúsi þegar ég var barn, að þá alveg ótrúlegt hvað vélarnar og hvernig þróun hefur verið og nýsköpun á Íslandi í kringum þetta. Þannig að fjárfestingarnar hafa líka verið að skapa þetta. En ég veit ekki sko, ég held að ég hef bara áhyggjur af umræðunni, ég skal segja ykkur það. Það eru 10 manns sem eru fram að sjónvarpi núna og garga á mig. Skiljiði, og örugglega fleiri, miklu fleiri og sama með ykkur sem eru á hinni skoðunni. Það er aldrei hægt að ræða málefni, bara almennt, þú veist, bara ræðum þetta bara hver rökin, ég sammála því sem að þú ert að segja, hluta til og ósammála og svona, bara tökumst á, mér er bara góð rök sem hafa komið á Páli og mér og þér og þú veist, og ræðum þetta bara. En ekki bara, nei, ég ætla að halda mig við þetta sama hvaða, þegar helvítisútgerðin getur bara borgað meira, annars getur þið bara skila. Þetta er eitthvað sem við erum náttúrulega öll unnið einhver staðar í fiski, það er alltaf til sá, ég meina, ég var að vinna í hraðfrystistöðinni í Reykjavík, bara hérna niður á Granda og ég var svo lítil, ég var 13 ára þegar ég byrjaði þar og ég var svo lítil, ég var sett fram í móttöku og ég átti að sko moka upp á reimina, ég gæti ekki lyft skóflunni. Hvað þá ég kæmi sko karfanum upp á. Það er nú eitthvað búið að gerast í tækninni síðan sko. En ég meina við eigum einhvern veginn svo mikið í þess og teljum okkur öll vita best. En mér finnst til dæmis, svo er líka athyglisvert, það sem að koma fram núna, það í sambandi við sko strandveiðarnar og fjölga dögum og auka strandveiðar og allt þetta. Af því að sko mér finnst alltaf gaman að því að frændi minn sem býr út á landi, hann fór inn í kvóta, hann er með smábát og þetta er nú ekki alveg svona mikið rómatík í sólinni það sem að eru þessi gömlu kalla með kasketinu og eru að veiða einn og einn, þetta eru bara hraðbátar sem að fara á sjóin og heimatur og á sjóin og heimatur. En ok, og hann er bara með þennan bát og fer síðan í kvóta, þegar maður búið að fara í kvótan og bara sagan og allt þetta og hann fær kvóta. Og til þess að verða arparir í sínu, að þá kaupir hann kvóta félag, eða bara manni sem var bara í sama litla sveitarfélaginu og tekur lán fyrir því og kaupir kvóta. Og þá átti þessi hinn aðilinn sem að seldi hann kvótan, þá átti hann skip. Heyrðu, það var bara hálf ári seinna. Það var bara minn maður sem seldi kvótan og bara hefði náttúrulega geta bara að lifa góðu líf á Spáni í flottu húsi og Steini frændi bara að vinna fyrir þessu. Nei. Þá bara fekk hann strandið kvóta útlendan. Því að hann átti bara, að það er bara hérna, já, gjör svo vel vinnu minn. Þú veist, ég finnst þetta bara mjög skrítið. Ég bara, fyrir ekki, ég skil þetta ekki. Menn seldu sig út úr einhverju kerfi, síðan í kerfinu breytt, þeir gáttu byrjað að veiða aftur, við hliðina á þeim sem keyptu, sko. Með láni, þannig að hann átti ekki nema helminginn á þorskinum sem hann dróð upp sko, meðan sá sem seldónum hann, átti sinn þorsk allan af því að kerfinu hafi verið breytt í millitíðinu. Alveg frá því að kvótakerfið er sett á, þá var hægt að finna þessi dæmi, en eins og ég hef oft sagt sko, það er hægt, eins og þið munið þá gerðist þetta í 2 skrefum, núverandi fiskveiðistjórnarkerfi eða núverandi kvótakerfi. Fyrst er kvótakerfið sett á, það er að segja aflamarkið. Og það var ákvarðað þannig að það var tekin og þetta var mjög einfalt, það var tekin bara veiðireynsla þessara báta, hvað höfðu þeir veitt prósentuelt mikið af heildar aflamarkinu næstu 4 ára á undan og svo fengu þeir þann kvóta úthlutaðan á sínum tíma. Þá var þetta fiskveiðistjórnarkerfi. Svo gerist það nokkrum mánuðum seinna, 4 ef ég man rétt. 91, já, þá er sem sagt verður framsali til. Þá ertu allt í einu áttu eign upp á þetta, þar sem þú áður átti rétt til að sækja sjóinn upp á þetta. Og sko þegar þetta er gert, þá er vel hægt að segja það með allgóðum tilfinningarökum að þá hafi orðið til eitthvað mesta óréttlæti sem stjórnvöld hafa látið yfirmenn ganga. Það er að segja, þegar tilteknum aðilum, tiltekinni sort af þeim sem áttu allan hæginn af því að sækja sjóinn, var afhentur þessi kvóti.
Þetta segir, þetta búið og gert og það sem, ef mönnum finnst þetta hafi verið mjög óréttlátt á sínum tíma, þá breytir það ekki því að þetta verður ekki réttlætt aftur á bak. Vegna þess að allur kvóti sem veitur núna við Ísland, eða yfir 90% af honum, keyptur kvóti. Þetta sem sagt full framið óréttlæti og verður ekki afturkallað. Þannig að menn verða að taka á þessu kerfi með öðrum hætti heldur en að kvarta yfir því sem gerðist þegar kvótakerfinu var komið á. Þá spyr ég sko hérna að sko nú var ég ekki að segja en einmitt í þessu sko að sko allir sem hafa keypt kvóta frá 91 þeir vita það að hvað stendur í fyrstu grein laga stjórn fiskveiða. Já. Fiskurinn við í Íslandi eru sko sameign íslensku þjóðarinnar. Já. Það vissu þeir. Er það ekki? Það hafa menn alltaf vita sko. En síðan hafa menn náttúrulega, svo þetta mikið lagaþvæla í kringum þetta, hvernig þetta stendst, menn líta á þetta, til dæmis útgerðirnar og með nokkru rétti að hvað heitir þetta? Þetta heitir held ég á lögfræðimáli ívilnandi stjórnarathöfn sem ekki verður tekin tilbaka nema með bótum. Það stendur svoleiðis í íslensku lögum. Það er að segja að þú ert búin að kaupa þér eða fá einhver réttindi af hálfu stjórnvalda. Ef það á að taka það tilbaka, sem náttúrulega ekki verið að gera með því að hækka veiðigjaldið sko. En ef þú ætlaðir að taka það tilbaka, ef þú ætlaðir bara að hætta bara með þetta kvótakerfi og taka upp eitthvað allt annað kerfi, jafnvel þó að kerfið sjálft, svo ég þreytist nú ekki á að segja það, búið að sanna sig. Vegna þess að það gerir tvennt, það uppfyllir 2 af 3 megin skilyrðum sem fiskveiðistjórnarkerfið á Íslandi þarf að gera. Í fyrsta lagi þá þarf það að tryggja eins sjálfbæra nýtingu á fiskistofnunum okkar eins og við höfum vit til. Og það gerir það. Við förum hér eftir ráðleggingum fiskifræðinga, svo geta við deilt það hvað það eru nákvæm vísindin á bakvið það, en eins og við höfum vit til að þá erum við að nýta þessa auðlind okkar rétt að bestu manna yfirsýn. Í öðru lagi ég sannfærður það að þetta fiskveiðistjórnarkerfi að skila okkur arðsamasta, mesta heildararði af nýtingunni á þessari auðlindi sem mögulegt til þjóðarinnar. Þriðja atriðið uppfyllir hins vegar ekki. Þriðja skilyrðið fyrir þessu kerfi ætti að vera það að þetta kerfi þarf að vera í sem mestri sátt við þjóðina. Það þurfa sem flestir að skilja hvernig það virkar, upplifa það sem réttlátt að svo miklu leyti sem það og það gerir núverandi fiskveiðistjórnarkerfi sannarlega ekki. Vegna þess að mönnum hefur misheppnast að gera það nógu trúverðugt að vinna þetta í nógu mikið til sátt og þar við marga að sagast stjórnmálamenn, atvinnugreinina sjálfa og fleiri. Nú sko verið að undirbúa næstu seríu verbúðinni. Það verður mjög gaman að sjá hvernig þau taka hvernig þessi mál þróast, sko. Já, þetta svo lifandi núna, það svolítið. Já, ég meina, það finnst öllum þetta að koma sér við. Nei, mér finnst þetta mjög gott sem að þessi yfir hjá Páli, vegna þess að fyrrverandi sjálfstæðismaður, þú glemtir að nefna það áðan. Eða núverandi, það eftir hvernig á það litið. Já, hann kannski komin í andstöðu flokkin í Eyjum, í bæjarpólitíkinni. Nei, við höfum alltaf vinnið vel saman. Sko, það sem ég langar bara að segja mér finnst þetta bara frábært að við komum þessu að því að fólk enn að tala að fengu gefinskvótan, þú veist, og reyna að spóla tilbaka og þetta með að 90%. Nú við sum fyrirtæki sem eru starfandi enn sko, þau fengu úthlutun. Já. Og það samt þau hlutlafa sko ruglast. Ég held að þetta auðvitað mismunandi eftir fyrirtækjum, einstökum fyrirtækjum, en það breytir ekki þeirri staðreynd eins og ég segi að yfir 90% af heildaraflamarkinu við Ísland núna, á aflaheimildunum keypt af og gengið margótt kaupum og sölum og skipst á tegundum og guðum á þetta hvað sko. Það sem ég langaði að segja í þessu samhengi þetta svo skemmtilegt mál. Já, mér finnst það reyndar. Það rétt í auglýsingunni, við lifum öll á þessu. Það það sem að mér finnst, þannig það sko, í atvinnurekstri algjör forsenda að fyrirsjáanleikin sé góður. Ef ekki, þá fer það að tapa vegna þess að þá fer að haga skringilega. Þú fer að græða mikið núna, skýtt með framtíðina eða skiljið, þú veist að vera að reyna að taka eitthvað út. Þannig að ef við erum að fá gott fyrir þetta, verndum þá greinina
náum sáttum í það. Mér finnst það líka eitt sem að þegar svona mikill fjöldi segir bara, þeir geta bara borga meira og fari bara í burtu og þessi reiði út í greinina sem að skila góðum lífskjörum til Íslandinga. Geta þeir borga meira? Örugglega, þeir segja það sjálfir, mjög margir. Þá bara náum við sátt við þá líka. Án þess að segja, og ég alveg sammála því sem það kom fram áðan, að þegar að núna eru þeir að hækka frítekjumark út af þessu að lítil og millistór fyrirtæki kvörtuðu. En það leiðin, ég meina, við viljum ná þessum peningum, en það ekki, það aðalatir að ná einhverju, en svo segir útgjörðin að þessar 10 milljarðar, að þetta sé bara stórkostlega vanmeti og sé bara ekki réttur útreikningur og við hefum ekki séð, útreikningur liggur ekki fyrir. Í síðasta ári voru 93 miljón króna hagnaður á útgerðinni. Það getur verið núna, svo það náttúrulega gengið, nú gengið til dæmis. Svo þetta misjafnt og ég meina það er svo erfitt líka að taka eitthvað 1 ár út úr og segja býttu var loðnubrestur þetta ár eða var það ekki, það munar sko skriljónum og makríllin og þetta, þannig að þetta ekki bara eins og kaupin gerast á þessari eyri að það ekkert 1 ár en eitt eins og annað. Hvað kemur út úr þessu? Þetta svolítið spurning að þora að bara, það búið að tala þetta mörg ár og hver ríkisstjórn fætur annari hefur gugnað á því einhvern veginn að hreyfa við þessu. Svo nú verður bara komið ljós hvernig þetta fer, en það veit engin nákvæmlega hvað kemur út úr þessu. Ég held að menn gerir sér alveg grein fyrir því. Sko ég þekki Hönnu Kötu vel, bara vann með henni í pólitíkinu sín tíma, líka fyrrverandi sjálfstæðismanneskja, en og ég, sko, hún brjálæðislega skynsum. Þú veist, þess vegna, sko, þessi að hún sé eitthvað grjóthörð, ég held að skynsemis hlutina heilanum á henni fari í gang og ég trúi því að hún horfi til þess að tekna sem að ríkissjóður verður að fá út úr þessu og finni leið í sátt við atvinnuveginn. Ég vil áfram... Ég held það sé ekki hægt. Jú, ég trúi því að sé hægt. Þeir spyrna bara við fótum. Nei, ég ætla að segja ykkur eitt þess að ég var nefnilega sjópaði fyrir og eftir kvótakerfið og eftir kvótakerfið þegar var hérna á vertíð og mjög mikið fiskiri þá fækkuð við netum sko. Af því að þá voru ekki kappi við net sko. Nei. Þá bara fækkuð við netum sko. Kappveiðin þetta var orðið meiri við sko í góðu móti og á vinslan líka deilkollu bara meiti En rómantíkin fór náttúrulega dálítið úr þessu sko. Já, mikið Aflakóngar eins og Binni Gröf og svoleiðis þeirra tími leið með kvótakerfinu En ég meina, það náttúrulega bara strandveiðarnar eru náttúrulega þannig að það rómantíkin hún ekki rómantíkin ekki meiri það þetta er orðin spýtbátar eins og ég að segja mjög mikið Já, þeir með að bara fiska eitthvað 700 kíló á dag eitthvað liðs. Nei, þegar ég segja að hún sé hörð þá meina ég ekki að hún sé bara einhver jaki. Mér fannst hún bara málefnaleg. Mér fannst hún bara tala skynsamlega. Mér fannst hún ekki kvika og þetta er rosalega töff mál að fara út í. Já, þetta er ekki, þetta er, ég meina, það er við, við anstæðinga þetta, sko. En það er merkilegt að ríkisstjórnin, eins og hún er samsett og bara horfum á og hlustum á það sem hafa sagt, að fjármálaráðherra, það ekki rétt hjá mér og þau leiðrétti mig og ég að fara með eitthvað fleipur í beinni útsendingu, næstu því. Að Daði, hann hefur nú verið mjög mikill andstæðingur strandveiðanna. Já, skrifaði fyrir einhverjum árum síðan að það væri fjárhagsleg sóun. Já, það, ég meina það er ýmislegt sem er sko... En nú er hann bara öðru hlutur. Menn verða náttúrulega bara sáttum eitthvað, það er ekki allir alltaf sammála allt. Nei. Menn náttúrulega bara taka þetta er náttúrulega stóra mál ríkisstjórnarinnar, sko. Já. En hann vil náttúrulega ná í einhverja fjármuni, það er auðvitað alveg ljóst. Nú er hann þar við borðið að hann þarf að fá tekjur. Þetta er bara allt pólitík hjá mér. Ég horfði á í morgun þegar Kristrún Frostadóttir kom fyrir stjórnskipun eftirlitsnefnd út af máli Ástu Lóu Þórsdóttur. Ég horfði á þetta líka. Já. Ég nú bara að segja eins og ég ekkert í samfélkingunni en mér finnst bara, sko, henni svo sem bara hraðinn sem búin að vera hjá þessari konu. Frá því hún byrjaði í stjórnmálum og hvert hún komin og svo þegar maður horfa á þetta, þá það líka, sko, hún svo mikið vald á þessu eins og þarna það var sótt að henni. Svakalega einbeitt og skýr. Já. En maður hugsaði nú samt, virkilega
verið að fara vel með tíma forsætisráðherra í þessu endalaust, það var Endurteknar spurningar. 2 klukkutímar, sömu spurningarnar, aftur og aftur, tyggja upp einhver smáatrið, þetta liðið, þetta búið og eitthvað það hvort að einhver manneski síma hafi lofað einhver, þetta svo óáhugavert, sko, bara því ég var að koma hérna, þá horfði ég á þetta, ég var hans ekki nefndi, sko. Já, mér fannst hún En hún svaraði mjög vel og mjög vel. Þeir eru raunlega gáfi henni tækifæri á að vera, sko, langt best. Já. Já, ég sá þetta ekki, en ég svo sem þarf ekkit frekari vitnana við það, sko, hafandi hortið hérna á íslenska pólitík í miklu lengur inn í kærum að muna, sko. Já. 100 ár, tæplega. Það fer að vera. Já. Að sko það er einhver blöðum það að fletta að hún er mikill spútnik í íslensku stjórnmál. Já, heldur betur. Hún kemur hérna fram sem einhvers konar stekkur út úr höfði seifs, myndi einhver segja, sem eiginlega svona fullskapaður hérna stjórnmálaleiðtogi og allt í einu, og við getum alveg sagt það, að í það umhverfi sem hún kom, kannski segir eitthvað aðra líka, þó ég vil nú ekki vera dónalegur hérna, að sko þá kemur hún einhvern veginn og sópar að svolítið til sín og henni tekst að gera það sem mörgum stjórnmálaleiðtogum þar með talið mínum hefur kannski mistekist á síðasta áratug eða 2 að hún opnar faðminn á þessum flokki sem hafði verið að sífellt að þrengjast hér langt skeið eins og hefur gerst eins og gerðist hérna með Sjálfstæðisflokkinn sem var þessi víði breiði flokkur samfylking borgaralegra afla á Íslandi og allt svona og faðmurinn var opinn svo þrengist hann og þrengist og flokkurinn minnkar og minnkar sama hefði gerst með samfylkinguna því munið það í kosningunum 2016 og hún var við dauðans dyr ef hún hefði fengið 80 atkvæðum færra þá hefði hún þurrkast út á Norðurlandi eystra. Þar fékk hún kjördæmi kjörinn mann. Nei, það er logi í þessu. Já, hún fékk kjördæmi kjörinn mann þar þetta var eina kjördæmi þar og hún er sem sagt og hún er svo gott sem dauð 2016. Það er minna en 10 ár síðan. Og hún er núna komin og hann stærsti flokkur í Íslandi. Hvað gerir Kristín? Hún gerir þetta miklu hugrekki saman. Því að það er nú, við höfum hort upp á alls konar væringar í þessu vinstri flokkum gegnum tíðina, síðustu áratugina. Hún galopnar flokkinn, segja, hér eru bara allir velkomnir. Líka þeir sem eru á móti Evrópusambandinu. Líka þeir sem styðja fiskveiðistjórnarkerfið. Þetta er bara víður flokkur og hann getur numið allt frá gömlu eðalkrötunum sem kallaðir voru flesti hverju komnir yfir í Sjálfstæðisflokkinn. Og til hinna sem hérna, með öðrum orðum henni tekst það sem stjórnmálaleiðtogum er eiginlega þeirra alfa og omega sem forsætisráðherra Kanada er að takast núna eða formaður í Frjálslynda flokksins þar flokkurinn var að drepast og hann er núna langstærsti flokkurinn aftur tala samfærandi og opnar flokkinn og lætur svona vinda gusta hann gekk býsna rösklega fram í því að ýta svona til hliðar fólki sem var svona einstrengingslegt vinstri fólk Helgu Völu til dæmis og fólki svona opnar þetta allt saman og hefur gert þetta miklum bravúr og enda sér maður hvað samfylkingafólk er óskaplega stolt af henni hvað sem er á samfélagsmiðlum henni er bara takast að búa til stóran flokk ég var líka flott hjá henni þegar eftir þess að afferð með Dag B að þá sko fyrst var hún svona töff í þessu svo bara eins og hún áttaði sig á því nei, ég gerði mistök, þá sagði hann það bara. Þetta voru nú mistök kannski hjá mér, ég hefði nú kannski ekki átt að gera þetta svona og segja þetta svona. Það fannst mér mjög gott hjá henni, af því að hún hefur verið svona, ekkert gefið mikil færi að því að viðurkenna mistök, en hún gerði það þarna og þar með einhvern veginn, svona var ekki mikið meira að segja málið. Sko. Nei, hún fer mjög hratt upp og hún áða alveg inni og hún gerir þetta vel og það verður ekki tekið af henni og síðan sko samfylkingin var á þinginu gargandi út af orkumálunum hún bara, það þarf að virka meira og þá bara er flokkurinn að segja að það þarf að virka meira og í útlendingamálunum, þetta var nú þeir sem bara vildu opna landi og allir átt að koma og mátti ekki gera neitt og mátti ekki stoppa neitt eða neitt og hún er mjög skynsum og kemur bara með það og allir fylgja liða á bakveg hana. Já, hún er sterkur leiðtogi. Hún er sterkur leiðtogi en við skulum ekki gleyma því að
oft þegar að þú fer svona hátt í skíjana, þá er fallið rosalegt, sko. Þannig að, af því að þú nefndi í dag, og mér dætti að huga þegar þú nefndi í dag, að því að Dagur mjög farsæll leiðtogi, hann mjög vinsæll leiðtogi og það eru stór hópur sem að fylgir Degi. Og jú, hún baðst afsökunar, en hún setur hann í horninu, sko, hann út í horni, miðað við reynslu og annað, hún gerur hann ekki að þingflokksformanni, hann jú í einhverjum nefndum og svona, settur í einhverju óvinsæla nefnd, síðan þar sem að koma einhverja niðurstöður og svona, en hann er ekki að fá það miðað við að hann búin að vera með flokkinn á milli 25 og 30% í Reykjavík og búin að halda völdum og halda flokkonum saman í Reykjavík. En ég held náttúrulega líka sko að Kristrún hafi sko gert það sem sko formenn í stjórnmálaflokkum verða að gera. Við getum tekið þetta samanburð eins og við Kanada þessu náfram eða bara hér. Nýr formaður Sjálfstæðisflokksins þarf að gera það sama og má segja kannski að hún svona hafi byrjað á því og Kristrún gerði það sannlega, heyrðu, það er komin hérna nýr formaður. Við erum ekki að veðja, og það ákveðið miskunnarleysi í þessu, en það verður að vera þarna fyrir hendi. Við erum ekki að veðja á gömlu forystumennina. Ég hér nýr formaður í þessum flokki, ég ræð ferðinni. Ekki Dagur af því að hann var góður í Reykjavík. Eða hérna, og sama þarf auðvitað Guðrún Hafsteinsdóttir að gera í Sjálfstæðisflokknum. Ég meina, hún skipti, hún gerði reynda það sama, sömu leyti, sko, við getum mælt þess, þetta eru svona skref. Hún byrjaði á því að skipta framkvæmdastjóra í flokknum. Kristrún skipti þingflokksformann, kannski gerir Guðrún það í haust líka. Það er ekki hægt að stýra stjórnmálaflokki eða koma inn sem leiðtogi sem einhverju máli skiptir, dýnamískur nýr leiðtogi í flokki sem í alls konar hefðum, venjum og einstaklinga hér og þar. Það verður að vera ákveðin svona vöndur í þessu. Það er bara komin í fórust á, þetta hefur Kristrún gert, að bara talsverðin kjarki. Það sem verður áhugavert að sjá, það er hvernig spilast úr næstu árum. Að því að við sem höfum hort, ég náttúrulega ekki í pólitík, og hef aldrei verið. Ég hef unnið með ráðherrum úr öllum flokkum, ég hef verið skipuð í verk af fólki úr öllum flokkum og ég hef unnið með, held ég, 10 eða 15 borgarstjórum og ég meina maður sér svo mikið hvernig þetta fer. Ég meina ég vann mjög mikið með síðustu ríkisstjórn líka og mér fannst ég vann með mörgum Lilju og frábært að vinna með þeim og mér frábært að vinna með þessu fólki núna. En það er bara, maður sér svo mikið hvernig, sko, ef maður horfir til þess á Katrínu, hvernig hún fór og svo horfir maður á Kristrúnu sko, og maður að velta því fyrir sér hvernig getur fólk, af því að þegar þú ert búin að vera lengi við völd þá sérðu ekki sjálfandi eins og aðri sjá þig. Nei. Þú sérð ekki að það allir að verða þreyttir á þig kannski. Nei. Og þú sérð ekki hvenær hættumerkin birtast, af því að þú ert bara búin að vera svo lengi á þessum staða, á þessum kalda toppi að þú sérð ekki, þú hefur ekki útsýni, það er bara þoka. Við höfum nokkuð dæmið þetta. En það er þetta sem, sko, bara frábært hjá þér. Sko, það er þetta sem ég er að tala um. Það er það að sko, Dagur er ekki þarna í vinstra liðinu, sko. Dagur þegar þeir voru bara 2016 bara skrimt, bara valla komast á þing, sko, að þá var hann enda með pálmann í höndunum í Reykjavík, skiljiði, að þarna þið með svakalega leiðtoga sem að býður í startholunum, það er það sem ég er að tala um, það er sérstakt. En hans tími mun koma, það er það sem ég er að segja. Hún á að taka hann fram þegar hún er orðin örugg í sínu. Já, þegar allir eru konum með á hreint hverju formaður. Já, þá tekur hann. Eða þá að hann tekur yfir, ef að henni stikar hóttu. Ég er bara að segja að bara vika er bara... En Dagur var líka mjög klár að hann var ekkert að spila út neina mikla óanægju með þetta. Nei, hann bara býður á bakgrunn. Hann veit að það stundum er svo gott að býða. Sá kann allt sem býða kann. Hann er klókur. Og þá bara kemur að því að það er þörf fyrir þig, að þá akkurat passar þau í þetta. En það sem ég dáist að með Kristrúnu er sko, hann hefur mikið þrek, þú tekur alveg eftir í með pólitíkusa, sko, ég náttúrulega þekki Þorgerði vel, hún var auðvitað menntamálaráðherra meðan ég var á listaháttu, ég var mjög náið með henni og maður sér með Þorgerði, sko, að þetta gengur nær henni.
Já, við höfum náttúrulega mörg dæmi það sko að það hefur ekkit farið neitt sérstaklega vel með alla stjórnmálamenn að verða ráðherra, það ekkit eða verða flokksformenn og fólk hefur bara mismunandi aðferði til að takast á við þetta og hættan alltaf svo sko ef menn eins og reyndar kannski bara í öllum eða mjög mörgum störfum að það þegar fólk fer að fá alla sjálfsmyndina sína út úr því sem það gerir frá degi til dag sko. Akkurat. Þá verður þetta svo þungt og það verður svo erfitt að hætta sem einn ástæðan fyrir því hvað fólk á erfitt með að hætta í pólitík á Íslandi. Að þekkja sinn vitjunatíma, finna það þegar það komið nóg. Akkurat. Við sáum enga sérstaka ástæðu fyrir því nokkurt okkar hér er það að Guðni skildi ekki gefa kost á sér aftur sem forseti. Nei, en hann fann það sjálfur. En hann fann það sjálfur og ég held að það sé en sumir sko hanga svo lengi á þessu eins og hundurinn á róðinu að sko ég sá og þekkti marga alþingismenn. Ég satt nú ekki á þinginum í 5 ár en ég var ofta að hugsa sko þeir sem höfðu kannski setjað þetta sem lengst að þeir voru fyrir löngu búin að týna því erindi sem þeir höfðu ef þeir höfðu það þá í upphafi. Það bara það að þá viljinn til þess að sitja hann löngu búin að kæfa dómgreindina eða skynsemina það hvenær menn eiga að hætta. Já, öryggið, menn vil ekki fórna örygginu, sko. Nei, og þetta orðið þá eru menn fannir að líta á þetta meira sem starf og ætla að reyna að hanga í því eins lengi og því geta, sko. Eða bíða bara eftir því að þeim verði hent út með valdi, sko. Felldir í prófkjörum og kosningum og hætti ekki bara fyrir í rauðan dauðan í staðin fyrir bara gamla viskan það hvað það mikilsvert að þekkja sinn vitjunatíma. Það verður við líka að gera hér. Það er sérstök gáfa. Nú erum við að þegja. Við erum að þekkja okkar vitjunatíma. Ég takk ykkur mikið vel fyrir, skemmtilega samveru, Þórunn, Margrét og Páll Magnússon. Takk sömuleiðis. Og Rauðaborðið heldur áfram eftir augnablik. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.